flatbrauðið var borðað með öllum mat. Það var notað borðað með fiski og kjöti. Það er gott að dýfa flatbrauðssneið og köku ofan í flotið, hangiflot til dæmis. Og svo sem algjört matarbrauð. Það er mjög gott nestisbrauð. Það rúmast vel og það geymist vel. Og þá sker maður kökuna sundur í tvennt. Og þannig fer lítið fyrir þeim. Í gamla daga var þeim slegið við hlóðasteinum. Men mig vantar hann. Já. Ég segi nú ekki ég sakna þess að það væri nú samt sem áður gaman að geta sýnt hvernig maður bakað á hlóðum. Eða í hlóðum. Bakað í hlóðum. En það var kunst að halda eldinum lífandi í hlóðum. Það var líka felan á kvöldin. Það voru ekki til eldspýtur til að kveikja upp. Og það þótti mikil skömm að þeirri eldakonu sem lét eldin kunna út í hlóðunum. Þá var það farin á aðra bæi til að sækja eld. Og í gömlum þjóðsögum og frásögnum þá var sagt að því hvernig karlstæturnar voru sendar til að sækja eld þegar eldurinn dó úr hlóðunum. Þá eru þínar mestu svaðilfarir, þær lentu í tröllahöndum og ýmsum ævintýrum. Sumar komust heilar heim, aðrar fóru illa. Og það er kannski heimfært mynd upp á mannlífið. Sumir sækja gull og græna skóga í greipar þess. Aðrir lenda í tröllahöndum og eiga ekki afturkvæmt til föður og móðurhúsa. Nú er komið seinustu kökunni og svo er eftir gleðill barnsins. Eða fáir vonandi. Og verður vonandi að Guð gefa okkur það að íslensk börn þurfi ekki vera líða hungur. Hann á fljótlegt að baka þennan litla kökubleði. Ég veit ekki við hvaða brauðgerð var notuð kökumót. Þannig það voru útskornar trékringlur eða hremmar. Þar stóð gjarnan á Guð blessi brauðið eða eitthvað slíkt, en þeir sem er nú betra að sér þjóðfræðin geta nú uppdýst það. Þá er litla kakan tilbúin. Nú vantar bara smjörið til þess að dreifa hún á. Já. Venjulega voru kökurnar stærri heldur en þessar. Það voru minnst okkur stöð stórar á diskunum. Það miðast náttúrulega af því af þeim fleti sem voru bakaðar á. Þær voru skornar svo, þegar þær var að borða, þá voru það skornar sundur í 8 parta eða 4, ég hef ekki skorið þessum sundur nema í 4, hún er þetta lítil. En svo voru líka skornar sundur
í tvennt og smurðar og lagt svona saman. Þá var til dæmis verið að hafa það í nesti eða, já, nesti í ferðalögum. En þá var lagt kjött eða... Já, það var smurt og sett kæfi eða álegg, kjöt eða eitthvað á milli. Já, helst feitt kjöt eða maðok, það gaf mestan kraftinn og notað í nesti.